Já, góðan daginn. Hér ég með mynd sem samsett. Hún bein, nokkurn veginn. Þetta tekið rökkri, þannig að hún alltaf til noise-inu. En hún samsett úr þessum myndum hér. Og ég ætla að sýna þér hvernig hægt að gera þetta í Lightroom. Takt eftir að það eru teknar handheld, þannig að það eru skakkar, allverulega skakkar. Og ekkert víst að það sé sama skekkjan í þeim öllum. Ég búinn að vinna þér aðeins, ég búinn að aðeins að hreyfa við levelnum eða aðeins að reyna að rétta pínu af. Ekki neitt alvarlega, bara rétt svona fygt. En ég ætla ekki að gera meira, ég ætla bara að leyfa þess að vera svona. Og ég ætla að búa til svona mynd. Ég hef tekið þar handheld og ég ætla bara að velja þar allar hérna. Ég fer síðan hérna í Photo og hér Photo Merge og ég ætla að velja Panorama. Ég gæti líka ítta hægri hnappinn hérna á einhverju af þessum myndum hérna og þar ætti að vera Photo Merge hérna og Panorama. Sami valmöguleiki. Veljum Panorama. Þá ræsir hann hérna upp valmöguleikann. Ég með stilt á Perspective. Það ekki alltaf sem það virkar. Það getur verið að hendi frekar stundum að nota Spherical eða Cylinder. Þú bara velur eftir hvað þér finnst. Ég ætla að nota Perspective vegna þess að þá einhvern veginn heldur hún betur utan formið. Það engin sveigja eða beygja, heldur þetta nokkurn veginn beint, en myndin reyndar skökk, en látum þetta standa svona. Ég get valið autocrop hérna, en ég ætla eiginlega að láta hana búa til í þetta hvíta svæði sem hérna, fylla inn í brúnirnar. Það tekur ekki langa tími það og ég ætla bara að gera merge. Og takt eftir myndin verður skökk, allverulega skökk meira að segja. Og það allt í lagi, ég laga það bara þegar hún búin að vinna þetta. Og hér sé ég hérna upp í vinstra megin, prósessin, hún að reyna að vinna þetta. Ég nú þokkalegri tölvu, þannig að hún tekur ekki langan tíma í þetta. En ef ég var á gamalli vel, eða ekki mjög öflugri, þá hætt á því að þetta taki nú lengri tíma. Þetta eru marga myndir og það eru stórar. Þetta tekið á Canon 90D og hver mynd um 30 megabit. Nú, hún að þrjóskast og látum þetta bara ganga yfir okkur. Ég ætla að láta þetta vera bara part af vídeónu. Og þetta tekur smá tíma hérna í minni vél og hún öflug, en örugglega tekur þetta lengri tíma í einhverjum öðrum vélum sem eldri. Og þegar við skoðum þessa mynd hérna, þá sjáum við að hún bein, svona allavega, ég búinn að stilla hana af. Og ég ætla að sýna þér hvernig ég geri það síðan þegar hún búin að rendera þessari mynd. Ég með margt í gangi í tölvunni, þannig að það hjálpar ekki til við hvað vélin lengi að klára það. Þannig hún komin. Hér svo myndin og hún öll skökk og það mikið noise í henni, þannig að ég ætla aðeins að laga hana. Þetta tekið í rökkri, ég ætla aðeins að dimma hana, auka hérna highlightið, styrkja aðeins það sem bjart og það minnkar noise í pínlítið ef ég fer hérna í luminance og eik það aðeins. Það má alveg fara dálítið hátt upp, en passaði á því að það kemur svona artifakt í myndinu ef það er mikið. Nú ætla ég að rétta hann af og ég með stilt hérna á crop verkvarið. Þá hérna angle eða horn og ég ætla að velja þetta verkvari, smetla það, fer síðan hérna á sjávarlínuna, smelli og held hnappnum niður í og dreg þessa línu cirka bát hingað. Bingo. Búin að rétta hann af. En ég ekki sáttur við skurðin. Ég vil ná hérna meira til vinstri og meira til hægri. Mér alveg sama þó hún kroppist aðeins hérna niðri og uppi. Þannig að
Ég er með þá hérna lásinn hérna opinn. Ef ég er með hann lokaðan þá er það þannig að hlutvöllin haggast ekki í myndinni. En ef ég opna lásinn, smetla á hann, þá get ég aðeins stjórnað þessu hvað hún er að kroppa. Og tvísmelli síðan á myndina. Bingo, hér er hún komin. Það má alveg bæta hérna ýmislegt til að styrkja hana. Þetta er tekin handheld þannig að það getur verið að þessi mjúkar myndir inn í þessari stóru mynd, en það er vandasamt að taka handheld og menn þurfa að gæta sín og passa sig að gera þetta vel, sérstaklega í lítilli birtu þegar skothraðin er lágur. Þetta er komið, takk fyrir.